Stjórn Orkuveitunnar samþykkti í gær samning orkusölu til Norðuráls vegna álvers í Helguvík. Samningurinn kveður á að Orkuveita Reykjavíkur afhendi 100 megavött af raforku til álvers í Helguvík og hefst afhending orkunnar í lok árs 2010. Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Orkuveitunar, sestur hérna hjá mér. Sæll Guðmundur. Sæll. Hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir ykkur? Þessi samningur nú byggður á viljayfirlýsingu sem skrifaði undir fyrir ári síðan, og ef af þessari orkusölu verður þá erum við að fara í 14 milljarða fjárfestingu vegna virkjana fyrir þessa orkuafhendingu, og tekjunar á samningstímanum eru svona kringum 40 milljarðar. Hafa þessar tekjur einhver áhrif á almenna neytendur? Munu þeir finna eitthvað fyrir þessu? Þannig náttúrulega að Orkuveitan er rekin með lágmarks álagningu, og það að tekjur komi annar staðar frá gerir það náttúrulega verkum að við þurfum minni tekjur af almennir orkusölu. Já. Þannig að neytendur gætu séð einhverja lækkun á sinni raforku? Já, það nú mjög gaman að minnast á það að á undanförnum árum hefur raforkuverð í Reykjavík til dæmis lækkað 25% af raunvirði. Þannig að menn hafa verið að sjá árangurinn af þessum víðari starfsemi og eigin orkuframleiðslu hreinlega í verkinu hjá sér. Nú ríkir leynd yfir því á hvaða verði orkan er seld. Af hverju það? Þessi verðleynd nú kannski gert aldrei mikið úr henni. Það þannig að við erum að semja fyrirtækjum verð á orku og afhendingarskilmála og svo framvegis. Og almennt bara leynd þessa hluti. Við gefum til að mynda ekki upp ef þú spyrir mig hvaða greiðir stöð 2, nema stöð 2 samþykki það. Og í þessu tilfelli óskar viðsemjandinn eftir því að hafa leynd, og við bara virðum það. En telur að skapa ekki svona ákveðin óánægju og jafnvel umtal sem er kannski ekki gott? Jú, það hefur greinilega gert það, og mér hefur kannski fundist ekki síður að það skapi ákveðin sóknarfæri fyrir menn til að tala mikið verðið og leyndin í kringum það. Það sé ekki bara það að það skapi það, heldur skapaði líka tækifæri til umræðu. Þetta kannski líka til þess að þið ekki að selja öllum, náttúrulega segir sjálft, þið ekki að selja öllum kannski á sama verði, þið kannski líka að venda svolítið ykkar hagsmunum með þessu eða? Já, það mismunandi verð til mismunandi viðskiptavina og menn skilja ekki alltaf af hverju það er. Og svo til að mynda að þú bara lítur á stóriðjupartinn, að þá hefur bara hlutur okkar í álverðinu eða orkuverði til okkar frá álsamningunum hefur hækkað 14% síðan við byrjuðum að selja inn stóriðuna. Og það skiptir náttúrulega líka máli að hafa ákveðið frelsi í því þegar maður er að semja verð. Það hækkar alltaf stöðugt þetta verðin í þessu stóriðinu. Nú í gildi samningur tvöfalt meiri raforku til álversins í Straumsvík vegna stækkunar þar. Getið þið uppfyllt þann samning og líka samningin vegna álversins í Helguvík? Hafið þið nægilega raforku í þetta bæði verkefni? Já, nú náttúrulega staðreyndin svo að við eigum alveg eftir að byggja allar virkjanir. Og við erum að tala eitthvað sem gerist eftir 5 ár. Og við hefðum náttúrulega ekki farið og gert þessa samninga nema því við teljum ekki staðið við þá. Hins vegar eru samningarnir þannig gerðir að í þeim fyrirvari það að áætlanir okkur orku getu okkar svæða og þess að það standist, að við fáum öll leyfi og framkvæmdin sé sem sagt raunhæf. Þannig að ef svo færi að við gætum ekki afhent orkuna sem við erum búin að semja að þá eru varnaglar í samningunum fyrir það að þá getum við rift þeim. En ástæðan fyrir því að þetta gert svona svo að byggingatími álvers og byggingatími orkuvers með öllum leyfum og undirbúningi og rannsóknum ekki jafn langur. Það tekur bara 2 ár að klára álverið, en við erum 5 ár sem við erum að setja mikla fjárfestingar í þessi orkuver. Þannig að við þurfum að hafa trygging það að þessi orka verði keypt af okkur þegar við erum farin á stað af fjárfestingu. Þannig að þið eru ekki að gera ráð fyrir því að þið þurfið ekki að afhenda orkuna til álversins í Straumsvík til þess að geta það gert þetta? Nei, enda eins og ég sagði í upphafi þá var þetta ársgamall viljayfirlýsing sem við ætluðum alltaf að standa við. Við vorum ekki að senda með henni plattför. Við ætluðum alltaf að standa við viljayfirlýsingunum að fara í Helguvík
En hvað þá með svona hluti eins og nú hefur verið að fá fulltrúa meðal annars frá Yahoo til landsins út af því að reisa svona netþjónabú hér á landi? Getið þið líka selt þeim orku? Já, ég held að það verður nú ekkert vandamál að finna orku fyrir þessi netþjónabú. Ég nú búinn að vera lengi í þessum orkugeira. Ég held að það hafi ekki liðið svo vika að hér hafi ekki komið einhver sem hafi haft áhuga á því að kaupa orku. En svona 99% af þeim verður ekki að neinu. Þannig að ég leit nú ekkert rosalega hratt og að einhver komi og spyrji hvort við eigum orku. En hvað með svona virkjanakosti? Hvenær klárið þið reynilega alla virkjanakosti? Einhver? Það er nú Orkuveita Reykjavíkur til að mynda þegar byrjuð að skoða töluvert af virkjunarkostum sem við höfum rannsóknarleyfi fyrir. Það er einn sem er kallað Gráhnjúkar hjá okkur, til dæmis sem er mjög skemmtilegur af því að hann svona sýnir hvernig þetta umhverfi er. Það var þannig að við vorum að bora holur til að dæla jarðvökvanum niður í aftur jörðina þegar við erum búin að taka orkun úr honum. Og þá fundum við háhitasvæði sem við héldum að væri kalt. Og þar eigum við til að mynda háhitasvæði sem við erum að vísu í augnablikinu að nota til að dæla köldu honni sem við getum virkjað þegar við finnum eitthvað svæði sem er nægilega kalt til að dæla honni í það. Hvaða svæði eru þið samt að skoða þessa dagana? Það er semst þessi Gráhnjúkar, svo erum við að skoða svæði sem við kallum í augnablikinu Þrengslin en sem eru hann aðeins sunnar á svæðinu hjá okkur. Við erum með 2 nýjar virkjanir í undirbúningi sem eru annars vegar í Hverahlíð og hins vegar í Bitru og svo er Hellisheiðarvirkjunin, flaggskipið okkar hefur sýnt sig að verða miklu stærri en við reiknuðum með, þannig að við erum með stækkanir í gangi þar núna bara á hverju ári alveg til 2010 og svo erum við með í rannsóknu núna skemmtilega virkjun upp við Hagavatn þar sem að menn vilja hækka vatnsborð til þess að hindra sandfok og það er þetta sem ná 2 áfengum þannig annars verður virkja og hins vegar að hæfta sandfok. Nú nefnir alveg fjöldan allan stöðum svona út frá umhverfissjónarmiðum, verður þetta ekki allt bara ein borhola þetta svæði? Já, ég hvet menn til að fara að skoða Hellisheiðina, bæði til að sjá hvað hann er stór og svo á nú Orkuveitan megnið af Hellisheiðinni og við höfum haft á stefnu og við höfum opin almenningi og við höfum varðað gönguleiðir allt Hengilssvæðið og þetta er alveg paradís og það er rosalega gaman að fara á labba Hengilssvæðið og upplifa svona hálendis náttúru bara hér alveg í bæðirunum. Bara eitt svona lokum með rammaáætlun ríkisstjórnarinnar, hvernig hefur hún áhrif á ykkur? Já, rammaáætlunin náttúrulega hægir á því að menn fái ný rannsóknarleyfi, þannig að við förum ekki á ný svæði fyrir að búið að fara í gegnum þessa nýtingaráætlun og verndunaráætlun sem það er sett upp. Þetta hægir á hjá ykkur? Nei, við í sjálfu sér vorum ekki að fara í neinar stórar rannsóknir þessum næstu 2 árum. Heldur eins og þú heyrir við hugsum rosalega langt. Fyrir okkur er 2011 bara á morgun þannig að við erum strax að velta fyrir okkur hvað gerum við eftir það og hvernig fáum við svæði til að rannsaka til að geta haldið áfram að byggja upp og menn tala til að mynda oft stóriðjusamningana að það sé búið að taka frá alla orku. Fyrsti stóriðjusamningurinn okkar kemur tilbaka 2014, næsti kemur tilbaka 2018 þannig að þeir eru strax fyrir að koma aftur, það þarf að finna ný verkefni og við erum bara mjög bjartsýn með þetta en við heldum að rammaáætlun ríkisstjórnarinnar sé bara mjög góð. Það er mjög gott að fara og leysa þetta í eitt skipti fyrir öll hvar er ætlað til þess að nýti hlutina og hvar ætla menn að verða. Þannig að það sé ekki alltaf verið að rífast eitt stað í einu. Þakka kærlega fyrir þetta, Guðmundur, en hádegisviðtalinu er lokið hjá okkur og það er komið að veðri.